Já, komið öll sæl og blessu og verið velkomin hingað í stefnumóti í hádegi, hingað í Vídalínskirkju og gaman að sjá þá sem mættir hér í kirkjuna og ég vildi geta sagt eins þeir sem heima sitja en ég treysti því að þessu margir að fylgjast með eins og síðast. Þetta eru þrír fyrirlestrar á miðvikudögum hér í Vídalínskirkju og við byrjuðum síðasta miðvikudag með honum Birni Hjálmarsyni sem fjallaði trú og góða geðheilsu. Og í dag ætlum við að fjalla umfjöllunarefnið trú og velferð barna. Já. Að rækta eilífðar smáblómið. Titillinn, hann allavega stór og mikill og spennandi. Háflegur. Já. Og það Matthildur Bjarnadóttir sem hérna með mér í dag. Við eigum það nú sameiginlegt að foreldrar okkar eru prestar. Já, einmitt. Þó ekki sömu prestarnir. Nei, ólumst upp við það. Við ólumst upp við það og örlög. Já, við ætlum að fjalla þetta. Af hverju á að segja börnum biblíusögur? Já. Og við erum nú heyrt nokkrar auglýsingum ævina sem börn líka. Já, ólumst upp við þetta. Já, ég hef sagt börnum biblíusögur í áraraðir. Já. Svo það er gott að velta þið fyrir sér af hverju ég ætti að halda þið áfram. Nákvæmlega. Og hvort ég halda þið áfram. Það er nú kannski spurningin, sko. Já. Og áður en ég byrja, náttúrulega bara að spyrja þig, hver er uppáhalds biblíusagan þín? Þær eru margar, en það er ein núna sem er mér ofarlega í huga og það er sagan hann Jónas í hvalnum. Og ég ætla einmitt að vísa í hana sko seinna í samtalinu og segja svolítið af hverju. Þannig að þið getur bara beðið spennt að fá að vita af hverju þetta er eiginlega uppáhalds biblíusagan mín. Þessa dagana, minnstu kosti. Já, þetta er líka mjög sniðugt að byrja þessu, að segja að fá fólk til að halda áfram að horfa. To be continued. En þú ert hérna æskulýðsprestur í Vídalínskirkju og líka verkefnastjóri hjá Erninum. Já. Þú kannski kemur betur inn á það eftir, eða? Já, einmitt. Og ég er sko að starfa mikið með börnum og er í mikilli fræðslu og svo er ég að halda utan þennan hóp sem er hópur fyrir börn sem hafa orðið fyrir stóru áfalli í lífinu. Og þess vegna er þetta mér líka svolítið hugleikið. Þetta með trúna og áföllin og heimsmyndin okkar og áföllin. Og það er svolítið það sem að ég hef verið að pæla fyrir þennan fyrirlestur. En svona til að koma kannski svona augljósustu rökunum bara frá í byrjun, að þá ef maður spyr sko, af hverju ættum við að segja börnum biblíusögur, að þá er alltaf eitt svar sem poppar bara strax upp í hugan og huga margra, sem er svolítið þetta við þurfum að mennta börnin okkar og þau þurfa að hafa menningarlæsi og biblíusögur eru allstaðar, þær eru í myndlist, bókmenntum, kvikmyndum, tónlist, þannig að ef að við segjum börnunum okkar ekki þessa sögu og þau þekki ekki táknin og þau þekki ekki persónurnar að þá tapa þau svo miklum skilningi á menningunni og það eitt og sér finnst mér vera rosalega sterk rök fyrir því að mennta börn í biblíulegum fræðum og margir vilja ganga svo langt að það sé engin manneskja nægilega menntun að hafa lesið biblíuna af því annars vantar þið svo mikla skírskotanir í menninguna og ég get tekið undir það mörgu leyti en mér finnst það ekki vera eina ástæðan af því að svo það líka þetta með sko dýrmætið í trúnni, þetta er ekki bara hérna uppi sko að trúin er svo mikið tilfinningalegs eðlis líka og hefur mjög mikið tilfinningalegt gildi. Og síðan líka, sko, þetta er kennslufræðilegt. Hvernig kennum við börnum eitthvað yfir höfuð? Já. Og lítil börn til dæmis, hvernig ætlar að kenna þeim kærleikann? Já. Það er erfitt að birta mynd af honum eða segja frá honum, að segja frá honum ekki sögur eða ekki? Jú, og það eru þetta, sko, mannsheilinn, og það bara kemur fram í alls konar minnisrannsóknum og annað slíkt. Mannsheilinn er gerður til að muna sögur. Og ef við ætlum að læra eitthvað, þá er best að setja það í sögu. Og mér er svona heimsmeistarar í minnisatriðum sem að geta muna sko talnarunur, alveg bara 200 talnarunur sem þið sjá í einu, þau búa til sögur og þannig muna þau. Þannig að við erum víruð inn á þetta og börnin eru það líka. Þannig að besta leiðin til að kenna börnum sko hvað sem er að setja það í skemmtilega og spennandi sögu og þá muna þau það. En það var einmitt sko, og nú get ég strax vitnað í fræðimann, Jean Piaget var svissnesku fræðimaður á 20. öld sem var rosalega áhrifamikill í þessum fræðum, þessi svona vitsmuna sálarfræði og hann rannsakaði mikið börn og
og hann sá ákveðin einkenni á hverju þroskastigi. Og það svolítið mikilvægt að vita þessa hluti, maður þarf að setja sig inn í það hvernig börn skilja það sem maður segir og hvernig þau hugsa. Þannig að þú getur ekki sagt 3-4 ára barni sögu eins og þú segir unglingasögu. Vegna þess að 3-4 ára barni hefur allt öðruvísi bara heilaþroska og vitsmunaþroska. Og Piaget, sem að trúði mikið á samspil bæði erfða og umhverfis, að hann sá svona 4 lykilatriði hjá börnum á leikskólaaldri, svona 2-6 ára. Þau voru í raunhyggju, sem hann kallaði, sem er það að þau gera ekki almennilega greinarmun á ímyndun og raunveruleika. Að þau eru í svona töfrahugsun, sem er náttúrulega það sem er svo sjarmerandi og yndislegt við þennan aldur. Þannig að þegar þú segir þeim sögu, að þá taka þau henni sko algjörlega eins og þú segir, og þú ert að tala bara hafmeyjur og álfa og allt þetta, og þetta er bara hluti af raunveruleikanum þeirra. Og maður þarf að vera svolítið meðvitaður þetta þegar maður segir þeim líka biblíusögur. Þau taka öllu mjög formlega. Og svo er lífhyggja mjög sterk hjá þeim. Allt í kringum þau er lifandi. Bánsinn er lifandi, steinarnir eru lifandi. Það er allt sko, að það er öll veröldin er lifandi og hefur einhvern svona vilja sko og annað slíkt. Og svo er það sköpunarhyggjan. Og það er svo áhugavert að börn á þessum aldri, alveg sama hvað skoðun foreldra þeirra hafa, þau ganga út frá því að veröldin sé sköpuð. Að það sé skapari að baki veröldinni. Og Piaget vildi meina að þetta væri ekki í rauninni trúarafstaða, þetta væri bara einhvern veginn sko, svona hugsa börn hlutina. Og þetta verður trúarlegt ef að þau spyrja foreldra sína og foreldri segir já það er Guð. En annars eru þau aðhyllast sköpunarhyggju frá náttúrunnar hendi og það er svolítið merkilegt. Og svo eru þau sjálflæg. Þau hugsa allt út frá sjálfum sér. Og veröldin snýst í kringum þau og þannig á það að vera. Það er gott að þessum aldri. En það þýðir líka að þau setja sig rosalega mikið í orsakasamhengi. Og maður þarf að vera svolítið meðvitaður það ef maður er að kynna fyrir þeim trúarhugmyndir að þau hafa svona ofurtrú á eigin áhrifum. Og ef þau hugsa eitthvað og svo gerist eitthvað þá setja þau samasemmerki þarna á milli. Sko, ég var reið við Sigga í leikskólanum í gær og svo datt hann. Og þá getur þau fylgst að samviskubiti, vegna þess að þau hafa svo mikla trú á því að heimurinn snúist í kringum þau. Og það er gott að vera meðvitað þetta. Og svo hafa þau svo háar hugmyndir foreldra sína. Og þetta kemur svolítið Freud inn í, hann alltaf talaði mikið þetta, hvernig guðsmyndin er lituð af tilfinningu okkar fyrir foreldrum okkar. Og ég held að hann hafi bara haft heilmikið rétt fyrir sér, þó hann hafi ekki verið kannski spot on með allt varðandi trúarbrögðin, ég vil ekki meina það. En þarna hafði hann sko nef fyrir einhverju vegna þess að börn, auðvitað sko foreldrarnir eru þeirra stóru ástvinir, þeirra stóra öryggi og þau geta allt og þau vita allt og það veitir börnum svo mikið öryggi að þegar þau heyrum Guð að þá setja þau svolítið bara samasemmerki þarna á milli einhverju leyti, nefnum bara eitt er ósýnilegt og hinn ekki. Þannig að reynsla barna af foreldrum sínum hefur tilhneigingu til að færast yfir á Guð. Þannig að barn sem að elst upp hjá öruggum, hlýjum, elskandi foreldrum er miklu líklegri til að hafa hlýja, fallega mynd af Guði heldur en barn sem að elst upp við óryggi. Það er líklegri til að mynda hægt og rólega svolítið svona neikvæða guðsmynd. Og á eftir þegar ég tala áföllin þá er svolítið gott að hafa þetta í huga. Sko lengi býra fyrstu gerð, líka þegar kemur að guðsmynd og trúarhugmyndum. Og ég vil meina að það skipti heilmiklu máli. Svo er það eitt með Jónas í Hvalnum, að svona frá 6 ára aldri og til svona 11-12 ára, að þá byrja börn að skilja táknin. Og þau hætta að vera svona rosalega bókstafleg og þau fara að átta sig á því að það er hægt að hugsa abstrakt, óhlutbundið. Ég gleymi því ekki, ég hef örugglega verið 11 ára. Og ég man hvar ég gekk og það var svona eins og það kemur elding í hausinn á mér. Og ég hugsaði bara, býtu, það lifir enginn af í 3 daga inn í maganum á hval. Og ég man hvað mér fannst ég eitthvað svikin. Bara býtu, það er búið að segja mér sögun og Jónas í Hvalnum í áraraðir og enginn minntist á það að þetta gat eiginlega ekki hafa gerst akkurat svona. Og ég var svona, þarna kemur þessi krísa unglingsárana sem er svo merkileg.
og má eiginlega ekki taka af unglingunum en þess að svo eftir var ég svo glöð að mér var leyft að uppgöta þessa hluti sjálf. Og þá fór ég að velta fyrir mér þessari sögu, hvað snýst þá, fyrst þetta snýst ekki það að fara inn í hval. Og hægt og rólega lukust upp fyrir mér táknin og viskan í sögunni og boðskapur sögunar. Og þessi saga er ein af mínum uppáhalds vegna þess að hún höfðar svo til barns hugans, eins og hún er svo ævintýraleg, en svo er hún svo rosalega þykk og juicy og það er svo svakaleg viska í henni, varðandi bara hatur og iðrun og fyrirgefningu og það að fá að snúa tilbaka úr erfiðum aðstæðum og það að finna Guð á sinni myrkustu stundu. Allt þetta býr í þessari sögu og þarna 11 ára var ég að byrja á þeirri vegferð að skilja hana. En var svolítið svikin hana fyrst. Ég var svo höfðafíbli að mér fannst. En þannig akkurat að lýsa því hvernig þú gengur í gegnum það sem þú ert að tala fræðilega. Já, í rauninni Hvernig Guðsmyndin breytist og skilningurinn á sögunni breytist líka. Já, nefnilega. En þá kannski ein spurning sem blasir við sem verð að spyrja þig, er það hvenær á maður að byrja að kenna börnum, eða segja börnum biblíusögur og er eitthvað tími sem maður að hætta því? Já, þetta er nefnilega mjög góð spurning. Og það var merkilegu maður sem heit Ronald Goldman sem eyddi 30 árum í að velta einmitt þessu fyrir sér og rannsakaði það mjög mikið, einmitt út frá þessum vitsmunaþroska sem ég var að tala áðan, hvernig börn bara skilja veruleikann og hvernig hausinn á þeim virkar. Og hann sagði, trú er fyrst og fremst tengd tilfinningalífinu, en við skuldum samt börnum það að útskýra hana vitsmunalega, en þetta þarf að make a sense, eins og maður segir á lélegri íslensku. En hann komst að þeirri niðurstöðu, sem ég er mjög ósammála, að maður á ekkert að segja börnum biblíusögu fyrir en eftir 10 ára aldur. Einmitt þarna þegar ég var 10-11 ára að byrja að fatta þetta, hann sagði þá eigum við að byrja að segja þeim biblíusögurnar, vegna þess að þá hafa þau forsendur til að fatta hvað það er sem við erum að reyna að kenna þeim. Það er eiginlega akkur tímabilið þegar svolítið að hætta þeim. Í rauninni, já, það er nefnilega rétt, sem er bara grafalvarlegt að mínu mati. Og hann vildi þanga til, ætti maður að kynna þessi trúarlegu stef, kærleikan, fyrirgefninguna, vináttuna, ástina, allt þetta með því að vísa í reynsluheim barnanna sjálfra. Þannig að þau skildu að við verðum að tala eitthvað sem væri þeirra eigin reynsluheimur en ekki 2000 ára gamall reynsluheimur. Ég held að hann hafi haft rétt fyrir sér að mörgu leyti og ég held að það sé rosalega mikilvægt þegar við segjum börnum biblíusögur að við reynum að tengja það í það sem þau þekkja og skilja. En við höfum ekki að sleppa því vegna þess að það eru sögur, við höfum að velja sögurnar. Það eru nefnilega sögur inn á milli sem eru algjörlega tímalausar. Bara góði hirðirinn sem gefst ekki upp við að leita að þessari einu kind í hópnum sem týnist. Miskunnsami samverjinn það að fara úr leiðsinni til þess að hjálpa öðrum sem á þurfa að halda. Það er ekkert í þessum sögum sem 5 ára barn getur ekki skilið. En við getum þurft að segja söguna og biðja svo barnið að hugsa hvernig þá á leikskólanum? Er einhver sem meiðir sig þar? Þú veist, hvað gerir maður þá? Og tengja það þannig inn í og það skiptir rosalegu máli. Og svo líka, ef við ætlum að byrja að segja biblíusögurnar 10 ára, að þá hafa þau svo lítið að byggja á. Ég held að það sé svo mikilvægt að byrja að kynna fyrir þeim táknin og þemun og kynna fyrir þeim þennan heim sem að biblían er, þannig að þau kom ekki einhvern veginn 10 ára gömul og vita ekkert hvað maður er að tala um. Að við byggjum ofan á vitneskjuna hægt og rólega á þeirra forsendum. Það skiptir gríðarlegu máli. En líka, hvenær læra börninu gildin, hvenær læra siðferðisvitundina, er það ekki á... Það byrja bara sess við nánast fæðingu, eða ekki? Og ég meina, við erum alltaf að segja sögur. Og það besta sem að gefur barni, og ég talandi að því að trúar hugmyndirnar þroskast í tilfinningalífinu. Það mikilvægasta sem þú gerir er að vera með barnið í fanginu og leyfa því að finna öryggi og hlýjuna hjá foreldrinu og heyra skemmtilega sögu og það fær tilfinninguna, ég er þess virði að mamma eða pabbi eða hver sem taki tíma fyrir mig. Ég tala, það á mig hlustað og það er þessi yndislegu samskipti sem eru líka grunnurinn að trúarlífinu, ekki bara sagan. Það er líka umgjörðin í kring. Og eins og fyrir kirkjuna, það er börn læra á trúna með því að koma í sunnudagaskólann og þau sjá að það er rými fyrir alla.
þau koma í sunnudagaskólan og þeim sýndur áhugi og það gleði og þau finna að þau eru örugg og þeim líður vel. Þetta hluti af trúarreynslu barna, ekki bara það sem sagt, það líka tilfinningin þegar þú kemur. Mjög góða punktur. Og Björn var einmitt að tala um þetta síðasta miðvikudag með geðastundirnar. Að vera með foreldrum sínum einmitt góðu samtali eða nærveru, það ýtir undir þessar. Og ef maður á að hlusta á einhvern í þessu, þá það geðlæknir og bugl. Já, nákvæmlega. Það bara eitt og sér, bara nóg ástæða til þess að bara drífa sig heim og ná í sögubókina, sko. Barnabiblíuna. Nákvæmlega. Já. En hvers virði það að kynna börnum fyrir trú? Það var svolítið áhugavert. Ég fór nefnilega ég lærði sálgæslu síðasta vetur og við vorum að læra áfallafræði og við lærðum áfallastreituröskun sem bara mjög alvarleg röskun sem fólk getur þróað með sér eftir alvarlegt áfall. Alls ekki allir sem betur fer, þetta er bara mjög skemmandi ástand að vera í og mikilvægt að greina það og fá hjálp. En það virtist vera ákveðin tengsl á milli þess að verða fyrir áfalli og þróa síðan með sér áfallastreituröskun og ákveðnum tegundum af heimsmynd og trúarhugmyndum þar að leiðandi. Vegna þess að burtséð frá því hverju við trúum, við höfum öll hugmyndir heiminn og okkur sjálf og aðra, hvort sem við trúum á Guð eða ekki. Og það má bara mjög auðveldlega færa rök fyrir því að því leyti allt fólk trúað. Það bara mismunandi hvort það beinist að Guði eða einhverjum öðrum heimsmyndum og skoðunum á veröldinni. Og þessar skoðanir á veröldinni, þær skipta máli og þær byrja svo snemma. Þær byrja í fanginu mömmu og pappa og svo þær að mótast yfir alla ævina og þær hafa veruleg áhrif á persónuleika og úrvinnslu verkefna í lífinu. Og ég ætla að taka aðeins dæmi þetta. Að hafa neikvæð viðhorf og skoðanir sjálfan sig, aðra og heiminn eykur líkurnar á að þróa með sér áfallastreitu. Og það eru þessar skoðanir, ég ekkert sérstaklega góð manneskja, öðrum upp til hópa ekki treystandi og veröldin hættulegur staður. Þessar skoðanir eru mjög skemmandi í lífi fólks og fyrir mannesku sem hefur þessa undirliggjandi tilfinningu í lífinu og svo kemur áfall, að þá styrkist þessi skoðun svo mikið. Já, heimurinn hættulegur og ég varð fyrir þessu að því ég ekkert sérstaklega mikils virði og ég get ekki treyst á fólki í kringum mig. Og þetta þegar þessi viðhorf styrkjast, að þá koðnar manneskja niður, hún á erfitt með að sækja sér hjálp, hún á erfitt með að sjá, bara finna von og komast klakklaust út úr áfalli. Önnur heimsmynd sem líka skaðleg, það heimsmyndin gott fólk fær góða hluti og vont fólk fær vonda hluti. Og svona brostu framan í heiminn og þá brosir heiminum framan í þig. Lífsspeki sem ekkert sérstaklega, hún ekkert sérstaklega hagkvæm. Ekkert haldreipi í henni. Það ekkert haldreipi í henni. Og fólk sem hefur þessa skoðun eða þessa sýn og svo gerist eitthvað erfitt, að þá bara einhvern veginn brotnar heimsmyndin. Og þau hugsa, ef gott fólk verður ekki fyrir slæmum hlutum og nú verð ég fyrir slæmum hlut, þá get ég ekki verið góð. Og þá verður líka þessi sjálfsmyndarkrísa. Þannig að það skiptir svo miklu máli að lifa ekki einhverjum svona slóganum á Facebook eða að vera bara með lifa eftir einhverju kvóti á netinu. Þú verður að hafa djúpan skilning á veröldinni og viðtækan, alls konar. Og þetta náttúrulega það sem að Biblían hefur. Hún alls konar. Og það eru mótsagnir, það fullt af mótsögnum í Biblíunni. Og fólk hefur svo oft sagt, það ekkert hægt að taka mark á þessari bók. Hér stendur eitt og þarna stendur annað og þetta passar ekki einu sinni almennilega saman. En lífið svo oft þannig, að hlutirnir passa ekkert alltaf saman. Og það líka svo mikið að sögum af erfiðum hlutum og vondum hlutum. Það sögur af ofbeldi og stríðum og mistökum og rosalega bresku fólki. Og margir segja, við höfum ekki þetta ekki jákvætt, við höfum ekki verið að og alls ekki segja úlingum sögu af einhverju svona. En svona lífið. Fólk beitir ofbeldi og það eru áföll og það kemur ýmislegt upp á. Svo ef við gerum ekki ráð fyrir því í heimsmyndin okkar, ef við undirbúum ekki unga fólki undir það að lífið alls konar,
að þá kemur það svo mikið óvart og þá brotnar þessi heimsmynd sem var kannski bara svona þunn til að byrja með. Já, og okkur ekki hætti líka jafnvel til að vernda börnin okkar fyrir. Já. Auðvitað viljum vernda fyrir slæmi og vondu en það gerir samt hlutir í veröldinni sem ekki hægt að stjórna. Já, nákvæmlega. En ég ætla alls ekki vera samt gagnrýnislaus á trú, vegna þess að það eru til trúarhugmyndir sem eru náttúrulega bara mjög neikvæðar og slæmar. Og það er einmitt að Fowler nokkur, sem mjög skemmtilegu fræðimaður sem rannsakaði mikið trú, hann sá alveg þessa skuggarhliða trúarinnar líka, að það eru til trúarhugmyndir sem eru mjög svona niðurbrjótandi. Og allir trúarhópar sem stunda það til dæmis að einangra sig frá samfélaginu, að þá eiga hringja bjöllur. Það er ekki jákvætt fyrir neitt. Og öll innræting sem snýst það að passa sig á hinu illa, taka sér stöðu með hinu góða til þess að verða ekki hinu illa að bráð. Þú veist, eitthvað svona englar og djöflar, Þetta eru trúarhugmyndir sem eru bara mjög kvíðaveikjandi og bara alls ekki gagnlegar og algjör óþarfi, þó að það sé til ýmislegt svona myndir í Biblíunni, það er algjör óþarfi að draga það út og leggja áherslu á það. Það er engin ástæða til þess. Biblían er samansafn af visku kynslóðanna og samansafn af niðurstöðum margra í 1000 ár af því að takast á við lífið. Og auðvitað er ekkert allt frábært í Biblíunni. Og við þurfum líka að lesa hana með gagnrýnum huga og það hefur alla tíð verið stefna lútherstrúarinnar að minnsta kosti og löngu fyrir það, Og við megum ekki hætta því, og það er auðvitað til þessi dæmandi guðsmynd sem er auðvitað bara ekkert gagnleg fyrir neinn og algjör óþarfi að draga hana út úr Biblíunni. Og einmitt þetta, það eru líka sögur sem eru rosalega flóknar og eru bara flókin guðfræðileg álitaefni og börnum og unglingum engin greiði gerður með því að segja sögur sem þau ráða ekki við. Og við erum ekkert, ég er ekkert að lesa Jóbsbók upp í sunnudagaskólanum. Það er ekki tilgangur með því. Ég segi sögur sem henta 3 til 6 ára. En í biblíulestrinu með fullorðna fólkinu, þá tökumst við á við það. Þá tökumst við á við þetta bara af hverju lendir gott fólk í vondum hlutum. Og það er umræðuefni þegar maður er komin á unglingsárin eða lengra. Þannig auðvitað þurfum við að hafa það í huga. Já, mjög áhugavert. Þú ert búin að fara svolítið vítt og breytt í þessu og vitni alla helstu sérfræðinga á þessu sviði og fræðimenn. En þú talar þessar ólíku myndir en það er kannski eitt sem ég langar að spyrja og það er svona rauði þráðurinn í Biblíunni. Já, einmitt. Og það er nefnilega að þú talar ef við lítum á heiminn sem ekki góðan og allt ómögulegt. Já. Hvað boðskap hefur það Biblían og sögurnar fyrir okkur í? Einmitt. Og það er nefnilega gegnumgangandi í Biblíunni er fólk að leita hinu góða lífi. Þetta eru manneskjur sem eru að leita farsæld í lífinu, bæði þegar gengur vel og þegar gengur illa. Og fólki er í díalógu við Guð allan tíman í þessum ólíku aðstæðum. Núna í þessum aðstæðum, hvernig ger ég rétt hér? Hvernig haga ég mér þannig ég verði eins farsæl og hægt miðað við aðstæður? Og aðstæðurnar eru vissulega mismunandi og sumir eru búin að gera stórkostleg mistök og þurfa þá að spyrja sig, hvað ger ég núna til að laga stöðuna? Og sem á nú mikið við í allri MeToo umræðinu, en það er kannski bara seinni tíma fyrirlestur, taka út frá því. Hvað gerum við fólk sem gerir mistök og hvernig vinnum við úr því, það er vel þess virði að ræða það. En trúarhugmyndirnar sem að Biblían færir okkur og eru svo styrkjandi, eru til dæmis það að hún byrjar á 2 sköpunarsögum sem að staðfesta það fyrir lesandanum að þessi veröld er stórkostlegu staður og er sköpun Guðs, bæði náttúra, dýr og menn. Þetta er í grunninn mögnuð sköpun og stórkostlegt líf sem við fáum að gjöf. Það er startið. Og svo náttúrulega heldur sagan áfram. En að þetta sé grunnurinn, það eitt og sér er rosalegt öryggi fyrir fólk og
og líka bara, einmitt, það eykur svo þrautseigju að eiga djúpt í sálinni, þetta gott líf sem þess virði að lifa því, sama hvað gerist og þetta góð veröld þó að eitthvað komi upp á. Og svo þetta, enginn fullkominn. Gamli góði syndaskilningurinn sem hefur nú fengið á sig stundum svona stimpil fyrir að vera ekki nógu góður, í rauninni svo heiðarlegur. Þetta að við manneskjurnar, þessi dásamlega sköpun, sköpuðu Guðsmynd, elskuðu góðum Guði, svo erum við bara svo mistæk og við erum svo alls konar og það búa í okkur brestir, okkur öllum og það engin undanskilin og það í rauninni, sko, við þurfum bara að gera ráð fyrir því að við gerum mistök. Það eina rétta, það eina vitið og í ljósi þess býður Guð alltaf, sko, tilbúinn með útrétta sáttarhönd og fyrirgefningu. Þannig að Guð veit að við erum yndislega manneskjur að gera okkar besta en svo mistæk og til staðar með fyrirgefninguna og þetta með, sko, gera ráð fyrir ófullkomleika en vita að það fyrirgefning í boði, þetta eykur svo hugrekki. Svo miklu líklegri til þess að þora að fara út í lífið og láta vaða og gera þitt besta ef þú veist að það ekki, þú ert aldrei glataður. Sagan að týnda syninum. Sko, ég þreytist ekki á að segja börnum þessa sögu soninn sem fór með, sko, góðar fyrirætlanir og fyririldi í maganum og ætlaði aldeilis að gera hlutina vel og gera það gott, sko, og kemur tilbaka með skottið á milli lappana, algjörlega búin að klúðra öllu og honum tekið, sko, fegins höndum, bara ég svo glaður að þú sért komið tilbaka, elsku barnið mitt. Og það þú sem skiptir máli. Þessi saga rosaleg lífsleikni og þrautseigja í þessari sögu. Já, og einmitt og þetta líka með, við höfum að elska náungan, sko. Við höfum alltaf að ferðast í átt að einhverju fullkomnun sem við vitum fyrirfram alveg gjörsamlega vonlaust. Já, en við reynum. En við eigum að reyna því að Guð með okkur för og hann styður okkur þó okkur mistakist, þá eitthvað sem grípur okkur. Já, og einmitt þetta með stuðningin. Allar þessar sögur af fólki í erfiðum aðstæðum og það var einhvern veginn allir búin að hlaupa í burtu að þau gátu haft Guð. Og þar bara þessi skýra mynd, bara Davíð á móti Golíat. Og einmitt Jónas í hvalnum sem bara komið núna í myrkrið og hann búin að gera mistök en Guð sko ekki búin að gleyma honum. Og Daníel í ljónagryfjunni, ég meina þetta gerist ekkert, sko, myndmáli gerist ekkert mikið skýrara og bara hann umvafinn englum í miðri ljónagryfju. Það getur bara verið mjög gott fyrir unglinga að eiga þessa mynd. Þau upplifa sig örugglega oft í ljónagryfjum og þætti gott að hafa englavernd. Og einmitt þetta með kærleikann til annars fólks, að það sko, þetta með dýrmæti allra, að það rosalega gagnlegt veganesti, allar þær sögur, og það mikið af þeim, sérstaklega í Nýja testamentinu. Og svo það náttúrulega upprisan, að það þessi von, að það alveg sama hversu ómögulegar aðstæðurnar líta út, þú getur alltaf, það alltaf möguleiki á upprisu. Þú ert aldrei endanlega innilokuð eða innilokaður. Þú getur leitað til Guðs og það alltaf hægt að koma tilbaka. Og einmitt, sko, að því að fólk, bara fullt af fólki, lendir að þeim staði í lífinu þau finnst ekki nein leið út. Og það rosalega erfiður og vondur staður að vera á. En að eiga þetta, einhvern veginn, sko, korn í hjartanu, bara heyrðu, það alltaf möguleiki á upprisu. Þó að það líti ekki út fyrir það akkurat núna. Þó að þú sért einmitt í gröfinni miðri, sko, að það alltaf möguleiki á upprisu. Þetta og ég hugsa fyrir fólk í þessi árþúsundir, hvað þetta hefur verið mikil, sko, von og haldreipi og gefið fólki kjark til að halda áfram, eins og bara eftir áfall, að halda áfram, bara þú veist aldrei nema þessi upprisa handa með hornið. Og upprisu frásögn held ég að sé aldrei nógu oft sögð, sko, og líka það rífast upp fyrir mér þegar þú ert að segja, sko, hvernig trúarhugmyndina breytist og með Goldman, sko, við höfum að byrja að kenna þeim biblíusögur, lesa fyrir biblíusögur 11 ára. Einhvern tíma las ég fyrir hópa unglingum, 30 unglinga frá orði til orðs upprisu frásöguna. Og það var, sko, svona í byrjun, það var hlustuðu ekki, en síðan eftir því sem ég leið á, þá alveg hlustuðu hvert einasta orð. Og maður fann hvað þessi saga á bara brýnt erindi við okkur, hún geymir öll þessi stef, sko. Hún geymir nefnilega stefin, en við erum ofta að þvælast með hana af því að við getum ekki útskýrt hana vitsmunalega. En það svo margar sögur sem við þurfum nefnilega að skilja tilfinningalega.
Það svo mikilvægt og við þurfum að kenna börnunum það og það lærist svo hægt og rólega. Þessi tákgræni skilningur. Og upprjóðsagan líka þess eðlis að hún hefur greinilega verið sögð svo oft að og í Biblíunni þá hún, það þarf hver og einn að skilja hana fyrir sjálfan sig. Já, og það þarf hver og einn að lesa hana bara fyrir sjálfan sig í rauninni. Já. Það var svo þú með Jónas í Hvalnum, sko. Já, einmitt. Já. En síðan var eitt, sko, í fyrirlestrinum sjá hann Bitni síðast sem hann var aðtilsvæst. Mér langar bara líka aðeins að taka upp hér og það hann talar um hvað mikið af það börnin rætti trú sína og hver ávinningur af því rannsóknir hafa sýnt að þau veru líklegir til þess að rætta vini sína og eiga góð samskipti við foreldra sína og takast á við vandamál og leysa úr þeim frekar en að stinga haustum ofan í sandinn. Og hann sagði sko að það var svo mikilvægt að við séum ekki að ræna börnin arfi kynslóðana. Já, af því auðvitað eins og þetta sem ég var að lesa upp, eða tala um núna, þessar gagnlegu trúarhugmyndir, auðvitað hægt að finna þessar hugmyndir annars staðar. Það hægt að finna þær í góðum bókum og dæmisögum hér og þar og líka í erlendum trúarbrögðum. Það ekkert kristna og ekkert einkaleyfi á þessum hugmyndum. En einmitt, þetta arfurinn okkar. Og mér persónulega finnst óþarfi að sko sækja vatnið yfir lækinn líka vegna þess að þessi þemu og þetta svo gróið í menningu okkar að mér finnst bara sjálfsagt að nýta það sem við eigum nú þegar. Og þó að auðvitað eru góðar hugmyndir annars staðar líka og það hægt að ala börn upp í einmitt þessu sko öryggi, kærleika, hugrekki, allt þetta sem býr í trúnni, það hægt að finna það annars staðar. En þetta líka hér í trúnni. Og einmitt sko, og hún Biblían í flestum bókahillum og það svo auðvelt að sækja í þennan arf sem við þekkjum svo vel nú þegar. Þetta menningin okkar. Þetta menningin okkar. Svo að ef við ætlum að sækja þetta í aðra menningarheima, sem að sjálfsögðu góðu lagi, en ég hugsa þessi meiri vinna að sko setja börnin inn í það. Meira framandi. Já, meira framandi. Og nógu framandi Biblían í rauninni, sko. Og ef við erum að tala eins og yngstu börnin, sem skilja allt út frá sinni menningu, út frá sínum eigin heimi, að þá sko því lengra sem þú ferð, því erfiðara að kenna þeim það í rauninni. Já, einmitt. Þó þú sé sjálfsögðu hægt. En nú svona koma lokum hjá okkur. Já. Þema var að trú og velferð barna, að rækta eilíða smáblómið. Já. Viltu ekki einhver loka orð eilíða smáblómið? Jú. Hvernig við ræktum það? Já. Og þá verðum við bara aftur hugsað til sko hlýja fangsins á stórum öruggum ástvini. Sko að segja barni sögu og hlusta á hvað það hefur að segja, skilur eftir þessa vitnesku hjarta barnsins. Sko, ég svo dýrmæt að það tekin frá tími fyrir mig til þess að segja mér eitthvað merkilegt og hlusta á það sem ég hef að segja. Sko, þetta svo valdeflandi reynsla fyrir barnið og byggir upp sjálfsmyndina. Þannig að minnstakosti að eiga þessa stundir með börnunum sem lengst, það má alveg taka 10 ára barn í fangið. Það stundum hættum við sko knúsa börn þegar að vera ákveðið stór, við erum að passa okkur á því sko, að það má alveg lesa fyrir börn langt fram eftir aldri, að sko þetta grunnurinn. Og þó að það væri eina ástæðan fyrir því að taka upp barnabiblíuna og lesa sögurnar, eina ástæðan væri bara að eiga þessar dýrmætu stundir, að þá væri það næg ástæða. Það séum við með ungling. Já. Og hvernig getum við notað biblíuna ef við með ungling, eða biblíusögunar? Sko. Ég myndum okkar að sé einhverjum út í salnum eða heima sem bara brennu fyrir því að fara að segja börnunum sem biblíusögur öllum aldri. Já, það svo gaman að segja unglingum biblíusögur. Ég veit það. En ég gleymi því samt ekki, sko. Ég var að segja sögun Adam og Evu í einhverju fermingarfræðslu og það var ein stelpa og hún bara missti kjálkann í borðið, bara, hvað meinarðu með að þau hafa ekki verið til? Við bara, hún 14 ára, ertu að segja að Adam og Eva sé ekki raunveruleg? Ég bara, nei, þetta svona tákn. Adam eru allir menn og Eva eru allar konur og var henni að útskýra þetta fyrir, hún bara búblan sprakk, sko. En svo komum líka á stað umræðurnar, að þetta var ekki bara þetta fólk. Þessi saga líka okkur. Og þá hægt að eiga svo ótrúlega gott samtal við unglingana sem eru náttúrulega í þær krísa að vera unglingsaldri. Þú einmitt, sko, búblan að springa og það koma allar þessar hugsanir og þessi togstreita og þú að byrja að takast á við stóru spurningarnar í lífinu og einmitt þessa spurningu, byrju, hvern ég og hvers virði ég? Í lagi með hann heim? Hvernig þetta líf? Sko, stóru spurningarnar
sem að einmitt eiga eftir að hafa svo mikil áhrif á farsældina það sem eftir er. Þannig að það að setjast niður með ungling og takast á við þessar sögur og setja sig inn í þemun sem í gangi, sem eru náttúrulega bara svo stór og djúp. Það er gríðarlegt tækifæri til þess að takast á við spurningarnar. Gríðarleg menntun. Já, nú sem eiginlega svolítið að lýsa nota þær sem krísusögur. Nota þær sem krísusögur, já. Og skilja þær einmitt með hjartanu, en ekki bara hérna uppi. Og skilja þær fyrir sig og taka þær með sér og geta gripið til þeirra þegar á þarf að halda. Þannig að þær eru haldreipi fyrir svo marga. Glæsilegt. Takk kærlega fyrir þetta, Matthildur. Bara allir heima að lesa biblíuna. Já, nákvæmlega. Hvetjum alla til þess. Já. Og þannig að næsta miðvikudag þá verða hér Jóhann Herbertsson og séra Henning Emil Magnússon. Þeir ætla að fjalla trú og hamingju hér og nú. Já. Að rækta lífsgildin innan fjölskyldunar og við hvetjum ykkur öll til að vera hér aftur að viku liðinni og fylgjast með. Takk fyrir í dag. Guð gefi ykkur góða stundir.